Það stundum með svona fólk sem verið að ræða saman, kannski í lokuðum herbergjum, að svo fer það að bera sitt á torg og þá fara það kjassögg og ég held að það hafi verið hlutverk Péturs með sinni ræðu hérna áðan varðandi þessa klausu í númer 8 trúfrelsi að stjórnvöldum ber að vernda öll skráð trúfélög og lífsskoðunarfélög og ég svona skora á A-nefndina að athuga þetta ákvæði betur. Spurning hvort það eigi að vera yfir höfuð eða jafnvel að breyta þá vernda í virða, það er þá ekki eins svona skyldu krefjandi fyrir ríkið. Svo að lokum varðandi þjóðkirkjuna að mér finnst eiginlega aðalega nauðsynlegt að ef við ætlum að aftengja þessa hefð, þar að segja skilja ríki og kirkju, að það verði gert þannig að það verði umræða undan, góð umræða í þjóðfélaginu og ég tel best að gera það með því að C-nefndin vinni sitt verk vel og komi inn í stjórnarskrána frumkvæðisrétti og þá kemur í ljós hvort að Pavel hefur rétt fyrir sér, hvort að Íslendingar séu upp til hópa hófsnefndarmenn eða ekki og þá höfum við það í stjórnarskrá ákveðin hópur fólks geti ákveðið að einhver málefni fari í þjóðaratkvæði og það er nefnilega fáránlegt að við ætlum okkur hér að ákveða eitthvað sem þjóðin vill svo ekki. Þannig að ég svona skora á það að við í C-nefndinni vinnum okkar mál vel og það er alveg klárlega að það tengist þessu töluvert mikið í mínum huga. Takk fyrir.